Já, góðan dag. Ok, 3, 2, 1. Já, góðan daginn í kæri kjaftar. Og núna passar nafnið nefnilega sérstaklega við þáttinn. Þetta því í dag er ég einn. Þetta því að það er eitt af því sem mér langaði mjög mikið að gera í þessu verkefni en samt svona já, bara, náttúrulega auðvitað gaman líka en samt verkefni. Mér langaði nefnilega dálítið að taka bara einn þátt, það sem ég er bara einn og ég tala bara beint út frá hjartanu bara hvað er að gerast og svona, út af því að ég er mikið búinn að vera að spyrja aðra, og þannig að mér fannst gott einhvern veginn að taka einn það sem að, bara ég tala aðeins bara og kem með pælingar og eitthvað. Vonandi verður þetta eitthvað gaman í þessu. Ég held að þetta geti verið, eitthvað. Geti verið eitthvað, geti ekki. Saman hvað, þá verður þetta beint á the tube. Þannig, já. En í rauninni fyrsta sem mér langaði að segja er bara, hvað er að gerast? Eins og núna. Þá er að líða að prófvikum og það er bara búið að vera, í rauninni frekar skeri fyrir mér. Þetta því að, ML er búið að vera líf mitt síðustu 3 árin og fyrir það þá vissi ég alveg ekkert, vissi ég einhvern veginn ekkert hvað ég, ætlaði að gera, hvað ég vildi, ég ætlaði alltaf að vera kokkur, smá pínu, ég veit ekki, mér var skaman að baka heima og svo vann ég á veitingastað að elda og ætlaði í mörg ár að stefna að fara í MK að fara í kokk en svo eftir að ég byrjaði að vinna á veitingastað setja á bístró sem er enda núna farin á hausinn veit ekki alveg okkur þá þegar ég var að elda þar þá kannu ég bara fatta ég bara þetta er ekki fyrir mig ekki fyrir mig en já það var stundu það sem maður var að vinna ég var alltaf að vinna með einum asískum gæja, hann flutti inn frá Filippseyjum Bobby, já hann var algjör meistari, hann var barnsfaðir átti krakka svona yngri en ég reyndar en samt, krakka og alaði upp og átti konu sem var að vinna í blómabúð en hann var að vinna þarna líka og oft með mér og þá var hann alltaf kegja næs og alltaf þurfum að taka til þegar við vorum búin að loka og vorum bara að klára að þrífa settum alltaf á I Want It That Way í græjunum með Backstreet Boys já og sungum það saman tókum skiptumst á að syngja það en þá var ég náttúrulega bara 14 en svo eftir að vinna þarna í 1 ár eða eitthvað þá var Bobby hættur og þá var ég að vinna með ógeðslega leiðilegri gellingu sem var bara ógeðslega leiðileg mjög fúl alltaf að vinna með alltaf að skamma mann að vera of hægur að elda eða þá meina ég mínútu of hægur eða eitthvað svoleiðis og alltaf að kenna mér hennar mistök og eitthvað út af því að ég var the young blood að elda með henni og vorum bara 2 að elda já það var svo leiðilegt að ég bara gat ekki þetta var fyrstu stefna sem ég hætti á og líka fyrsta vinna mín í rauninni fyrir þann bæjavinnuna þannig það er mjög áhugavert allan fyrir mér en já eftir það fattaði ég pínu þetta er ekki eitthvað sem ég vil hef einhvern veginn áhuga að halda áfram með og þá leiðan í rauninni misti snöggt eftir að hætta hann áhugan við að elda og fór bara að vinna bara heima þegar við keyptum hótel en annars var ég bara sumarið bara í bæjavinni og já en já svo ég byrjaði að gera TikTok og byrjaði að leika í vídeóm og eitthvað og langaði alltaf ég veit ekki, hafði alltaf gaman að skemmta fólki, frá barnsaldri þá eins og þegar ég var 9 ára eitthvað, héldu að ættamót heima á mér og ég hélt uppistand það sem að ég held að ég byrjaði þetta frekar slappt ef ég man ekki alveg hvað ég sagði fyrst en fyrst var bara einhver skelfilegur bara krakkabrandari fyrir framan alla ættina en svo
en svo tek ég meira svona comedian approach, byrjaði að segja frá sögu, segja frá því, þú veist, það var einu sinni þannig að það er svona sem að ég átti ammæli og bauð öllum krökkunum heim eftir skóla, þú veist, í ammæli bara eins og maður gerir, og þá var mamma búin að plana, þú veist, við kemum heim, Guðrún myndi skreyta einhverja köku og þá myndi mamma koma heim bara snögglega eftir að við varum komin með Dominos pítsur, borða það, bíða svo í píntíma og bara köku eftir þetta. En svo erum við búin að vera hana í, ég veit ekki, 2-3 klukkutíma og allir krakkar eru bara eiginlega tilbúin að fara heim, bara svona, allir ógeðslega svangir og krakkarnir byrja að reiða út í konan og reiða við mig í afmælinu mínu og allir, hvað, þú sagði myndi vera Dominos pizza, ég veit það ekki. og þannig ég ringi eitthvað í mömmu og ég bara, sæl blessuð, bara, já, hæ, hvernig hefur það? Ég bara, já, það er bara fínt. Ertu ekki að gleyma einhverju? Þú veist, hvað ertu? Hún sagði, nei, ég held að ég sé ekki að gleyma henni, ég er bara í vinnunni og ég bara, ekki, þú veist, ammæli eða eitthvað svona og hún bara, ég heyri henni svona í gegnum síma og bara, fuck, og bara, hún var þá að vinna á Akranesi og við áttum heima korteri frá Akranesi, þannig hún bara, fuck, syngdi á Dominos, pantaði pítsunar og var komin svo eftir samt annan klukkutíma og þá voru allir krakkarnir glórhungraðir og endaði við horfum bara á einhverja, ég held að við horfum á Grown Ups og svo fóru allir krakkarnir heim, borðum við sko kökuna fyrr, þetta því að Guðrún var heima líka, systir mín, og var að skreita kökuna. Þá var ég líka bara algjör YouTube-fíkill, gerði ekkert allan liðlanga daginn heldur en að sitja í heimatölvunni að horfa á YouTube með heyrnartól í eyrum og þannig ég baði hann um að gera YouTube-kökur, þú veist, merkið á YouTube. Það er reyndar annað, ég veit ekki hvort að þetta er svona einhver umræða sem að ég er búin að spæla, þú veist, er það ég sá einu sem fannst alltaf hvíta Betty Crocker kremið, alltaf miklu betur heldur en súkkulaði Betty Crocker kremið. Þú veist, er það eitthvað rosalega, þú veist, mér fannst það alltaf einhvern veginn, þú veist, alltaf það einhver var bara eitthvað, við erum með hérna súkkulaði kremið Betty Crocker, ég var hvað er þetta hvítastöf? Fíla það, sko, fíla þetta, hvað var þetta, vanilu eða eitthvað, já, ég fíla það, sko, hvítakremið, give me that shit, hvítakremið á súkkulaðiköku og þetta lakrís reymar, svona til þess að skreita, gera eitthvað svona form eða eitthvað. Já, allavega, alltaf hef ég haft gaman að því að svona skemmta og hef alltaf, þú veist, verið, haft gaman í matarboðum og það er oft það sem að ég bíð í pínu tíma og segi ekki neitt, það er sko annarkvort það er stundum talið á mikið, það er svona 1 og 1 fyndið en mest ekki, en svo stundum þegar ég dætt svona í gýr, svona sitið alveg, fylgist með og finn svo tækifæri og svo bam, djók, þá er það gott djók, en ég veit ekki, mér veist einhvern veginn, ég hef alltaf verið mikill spjallari, mikið fyrir að spjalla. Já, eins og ég var að segja, það hef ég alltaf haft gaman að því að skemmta og þannig, já, núna eftir að í rauninni var týndur og hann er komið í ML, vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera, með þess að rétt áður en ég sótti í ML, þá ætlaði ég aldrei að sækja í ML, ég ætlaði alltaf að halda áfram að sækja í MK, en svo var það eiginlega úti, þannig þá ætlaði ég eiginlega bara, sko ég vissi eiginlega ekkert hvað ég ætlaði að gera. Það var í raun eina sem ég vissi að mér langaði ekki var að fara í FSU sem er skólinn fyrir austan, framhaldsskóli austur Skaftafellssýslu eða eitthvað. Og það er eina sem ég vissi. Og svo sagði mamma og pabbi bara, þú veist, vorum að kaupa hótel og ég alveg beint heim að það er bara að senda í MK og þannig ég var bara fuck, hvað þá, Kolbeinn hringir þá í mig alveg nokkur sem yfir önnina og sagði hjá hún, þá var hann í fyrsta bekk og alltaf að FaceTime með að maður var fullur og svona miðvikudegi eða eitthvað alltaf klukkan svona 1:30 um nóttina þegar ég var bara að fara að sofa fyrir venjulegan skóladag hjá mér og hann bara, hey gaur, verður að koma og var alltaf að fá, þú veist, maggaskóla einhverja krakkar sem þá þekkti ég ekki neitt og var alltaf að fá þau til þess að segja mér líka verður að koma þannig í rauninni það voru þau sem að sannfæra mig, þú veist, þótt að kannski
einhvern veginn, ég veit að ég hef ekki alltaf frábær eða eitthvað og alls ekki oft sko, ég er bara náttúrulega bara ég en það var einhvern veginn það sem samfærið með að koma í ML, trúið því eða ekki, það voru ML krakkanir sem sögðu mér að koma, sem voru með Kolbeini í bekk og svo líka 04 strákar þegar við komum sumarið. Já, það var í rauninni þessina en þá vissi ég samt ennþá ekkert hvað ég ætlaði að gera eftir ML og í rauninni í fyrsta og öðrum bekk og jafnvel pínu í þriðja bekk hef ég alltaf sagt, þú veist, það hefur alltaf verið svo gaman hérna, skilur, stundum er alltaf ekki gaman, en þú veist, yfir höfuð þá er maður ekki að muna eftir dögunum þar sem maður gerði ekki neitt, maður muna eftir dögunum sem maður gerði eitthvað og öllum viðburðunum og allt svoleiðis. En þá fór ég að muna sko, ja, í rauninni, ég sagði alltaf sko að ég væri alltaf til ég að vera 4 ár, djöfull vildi ég að væri 4 ár maður, ha. En svo núna, það var aðalega, byrjaði aðalega þessari, það var svona pínu síðustöðun, þar sem ég var svona, þú veist, ég er spenntur fyrir restina af skólanum en ég held að ég þurfi ekkert 4 árina. Núna á þessari byrjaði þetta að kikka miklu meirinn að ég er tilbúin að fara að skilja. Þú veist, ef það væri 4 ár þá væri ég ábyggilega ekkert að kvarta en þú veist, núna er þegar maður er búin að vera hérna, þú veist, 3 ár búin að vera í kringum sömu krakkana nánast daglega yfir 3 ár skilur við fyrir utan sumar og jólafrí en þú veist, samt yfir sumar er maður alltaf að hitta eða eitthvað en þá er maður, þú veist, ég veit ekki maður er tilbúin að prófa eitthvað nýtt en þá kom nefnilega ást mín fyrir hérna að gera TikTok og eitthvað svoleiðis út af því að byrjaði ég að kynna mig fyrir námi. Ég ætlaði alltaf að fara í viðskiptafræði þegar ég held að það væri góður grunnur fyrir, þú veist, ég veit ekki, að vinna, þú veist, í fjölmiðlum eða eitthvað sem er það svo sem alveg og ég ætlaði alltaf að fara í fjölmiðlafræði svo sem undirgrein en svo er það bara, þú veist, þegar ég byrjaði þá var blaðamannafræði ekki einu sinni orðið, það var alltaf bara undirgrein held ég en það var aldrei orðið svona aðal þar sem maður getur bara lært í, þú veist, 3-4 ár. Núna er það orðið það bara, þú veist, það er fyrsta árið var held ég fyrra eða bara núna bara næsta haust sko þannig ég skipti skoðun og var búinn að sækja með þess að viðskiptafræði en ég verð að viðurkenna það var dálítið mikið starffræði sem ég átti eiginlega ekki búinn að myndi vera þótt að svona in hindsight þá auðvitað verið starffræði í viðskiptafræði en já, þannig ég var starffræði sem þetta er ekki mín sterkasta lið ég veit ekki hvernig ég fjall ekki í tölfræði sko, skildi ekki neitt ég verði að viðurkenna að ég bara man ekki neitt það voru hvert skipti það sem voru einhverju bogar og eitthvað ég bara, það veist, botnaði ekkert í þessu það var alltaf bara Jón Gnarr sem kom upp á okkur og var bara þetta sko, þetta er vitlaust en þetta er þetta og svo tók ég bara myndaði og svo bara þetta verkefni sem við áttum að skilja þá bara Jón Gnarr búinn að gera þetta fyrir mig eða hinni strákarnir eða stelpurnar eða eitthvað en ég veit ekki hvernig ég slefaði í gegnum þann áfanga og líka með 7 eða eitthvað já, þannig það var svona stórpartur af hverju mér langaði ekki viðskiptafræði eftir að ég kynnti mér áfangana sem að fylgja með því þannig ég er að fara í blaðamannafræði ég er aðeins að bíða með að sækja ég ætla að sækja það er síðasta dagur til sækja er held ég 4. júní þannig ég ætla að sækja bara þegar ég útskrifast út af því að maður á að setja með umsókninni í háskólanum á að setja stúdentaskírteini geta náttúrulega ekki núna þegar ég er ekki búinn að útskrifast en leið og ég útskrifast þá setja ég stúdentaskírteini með og sækja en hins vegar ég líka þannig ég er að flytja í bæinn og ég er alveg svo eini sem er að flytja í bæinn fyrir þú veist, ég held til skefið eða eitthvað og þú veist, enginn af svona vinum mínum þannig er að fara í háskóla það er allir að taka sér pásu eða eitthvað að stelpunum er að fara til Danmerkur þannig ég er svo eini sem er að fara að flytja í bæinn og fara í skóla í rauninni prófa eitthvað nýtt skiljið, það þú veist við höfum öll unnið einhverja vinnu yfir lengri tíma skilur við yfir heilt sumar eða eitthvað þú veist eða á meðan skóla stendur þannig það er ekki nýtt þar en ég vil prófa nýtt og ég get ekki verið heima á Höfn núna í ár sko að vinna, ég get það ekki það væri bara
það í rauninni bara mín mesta martröð að þurfa að fara á Höfn í ár. Ég varla, ég nenni ekki einu sinni bara í sumar, sko. En ris allan hef ég fína vinnu í pósthúsinu, þar sem að það heldur chill, sko. Og það svona næs, maður alveg að vinna, en þetta samt svona þægileg vinna, þetta svona dunda sér vinna pínu, skilur. Þessu morgun að mæta maður bara, þá eru kannski 2 kerrur af einhverjum pökkum og maður bara að raða þeim og vera búinn að raða þeim öllum og skanna inn í kerfið á klukkutíma. Svo opnum við og fólk kemur inn og svo fer ég bara kannski út með bréfin eða eitthvað. Svo kem ég tilbaka, fer í hádegishpásu í smá tíma og svo kem ég aftur, keyri út einhverja pakka, kannski 9 pakka eða minna eða eitthvað. Það er alltaf lítið að gera sumar, sko. Það er enda eitt sem að fólk vitu ábyggilega pósthúsið, að það er alltaf lítið að gera, minnst er að gera pósthúsinu sem sumar. Þetta er svona eitt af fáum stöðum sem að víxla við hinu staðina. Út af því að því betra sem viðrið skilju, því meira er fólk að fara til dæmis í bæinn eða til útlanda, skilju. Fólk tekur sumarfrí og fer til útlanda. Eða fólk tekur sumarfrí og fer ég veit ekki, að tjalda eða einhverja tónleika í bænum eða á einhverja útihátíð. Þá nennir það að versla, skilju. En veturna þá þegar vont veður fyrir austan, þá nennir fólk ekki að versla. Fólk þá að panta allt upp á pósthúsið, þá alltaf brjálað að gera. Þannig, mér finnst það pínu áhugavert, þetta er svona eiginlega einu stöðuna sem er víxla út, eins og við vitið, þeir sem að kannski hafa unnið í, ég veit ekki, krambúðinni eða eitthvað, eða bara, veitingastað eða eitthvað svoleiðis, þá er alltaf minnst að gera veturna, út af því að sem fæstir nenna að ferðast veturna, þá eru eiginlega fólk bara heima og ef þeir eru að ferðast, Íslendingar, þá eru þau að fara, til útlanda. Þau eru ekki mikið að fara á milli bæja, þannig séð. Já, en í sumar þá var ég að fara að vinna á pósthúsinu, þannig það verður gaman. Þetta verður brjálað sumar, sko. Ég meina, by the way, á dimmisjói, þá plantaði Jakob mig í að kaupa mér miða á fermingublöð, sem er 20 ára by the way. Þannig ég veit ekki eins og hvort það kemst inn og miðið maður 15 skall. Og númer 2, þetta er kvöldið áður en við erum að fara í útskriftarferðina okkar, sem enda heppilega flugið ekki morgun, það er 5:00 daginn, en samt, skilur ég vona allan að ég fæ mér bjór fyrir flug. Ég þarf eiginlega að fá mér bjór fyrir flug, út af því að annars verð ég kannski frekar fúll. Ég veit líka, í eitt af flugunum þá er ég að fara, ég veit ekki hvort það sé út eða tilbaka, en þá er ég að setja við hliðina fararstjóranum. Ég vissi ekki eins og ég var búinn að gleyma að vera með fararstjóra. Bara einhver íslensku dúddi, það lítur út eins og mesta dúlla sem ég sé aðeins minna, svona þippinn og ljósaður. Við erum að fara til New York og svo þaðan í Mexíkó, og svo gistum við nótt í New York og svo fljúum frá New York til Mexíkó og verðum þar í langar þess að 10 nætur eða 9 nætur eða eitthvað og svo förum aftur til New York í 1 nótt og svo heim. En svo leið að við komum heim, þá er ég bara sömu helgina, við lendum heim á 5. Svo frá Fös til Sun er ég að halda svona að halda svona útskriftarveislu heima hjá mér upp á hótelinu, þar sem að strákan í héðan og ættingjar og eitthvað er að koma héðan að keyra austur og fá að gista á hótelinu og það er mikið fyllerí og gaman og glens og já, þannig. Og svo aftur svona skóla og svoleiðis. Þótt að ég segi að ég er tilbúinn að fara og allt svoleiðis, en samt verður maður að gera sér grein fyrir að þetta er eina sem að ég er búinn að þekkja bara síðustu 3 árin. Ég þekki ekkert neitt annað, skilur. Þekki ekkert annað heldur en að búa í litlum bæ í kringum sama fólki. Ég þekki ekki að búa í Reykjavík.
en þú veist, ég átti heima í Hafnarfirðinum þangað til að ég var 5 ára, en þú veist, það gildir eiginlega ekki, mann lítið eftir því, þú veist, ég man alveg eftir því, en þú veist, þá er maður svona lítill krakki, maður er ekkert að pæla í því, en þú veist, svo frá 5 til 12 ára eða eitthvað, þá átti ég heima í Hvalfirðinum í sveit, og svo eftir það ef ég átti heima, þú veist, þangað til núna frá, þú veist, 2019 ef ég átti heima á Höfn, og þú veist, og hér, þannig, þú veist, ég þekki eiginlega ekki að búa í svona stóru samfélagi, ég þekki eiginlega bara, þú veist, ég þekki bara að vera í litlum skólum og með sama fólki, þú veist, þekki ekkert að búa í bænum, þannig það er svona skeri, ég er líka að fara einn, þú veist, þetta systir mín í HÍ, en hún á bara 1 ár eftir, en ég er samt líka mjög spenntur, þetta því að mér líður ekki vel heima á Höfn, mér líður alveg vel hérna, en þú veist, maður verða lítið, ég veit ekki, þú veist, maður aðeins að þroskast upp og því að nenna að vera í, núna finn ég bara social batteríið mitt, bara félagslega batteríið mitt er minna og minna, sko. Það er aðeins að kannski gera það upp helgina, bara til þess að hafa eitthvað gaman eða, en þú veist, það er bara minna og minna út af því að bara vera með sama fólki dag eftir dag já, það er bara, þú veist, það er bara það sem það er, en auðvitað minni sakna þess, svona, gera meira kósí, já, auðvitað minni sakna þess, en samt tilbúin að fara, veist, maður heldur samt alltaf, fyrstu 2 árin heldur maður alltaf, geti verið hérna í lífi, sko. Og veist, það er þetta frelsi sem er hérna, en svo er samt í rauninni ekki alveg frelsi, þú veist, ég er komin á, ég er sjálfur á það núna og það er verið að segja mér að fara að sofa klukkan 11, skilur, veist hvað ég meina, og það er að segja mér að ég þarf að fá leyfi til þess að fara, þú veist, láta vita að ég er að fara í bíó, láta vita að ég er að koma tilbaka eftir klukkan 11 út af því að ég var, ég veit ekki, út að borða með fjölskyldunum minni, skilur, ok, þú veist, skilur, þetta er pínu svona, ég skil þetta fram að 18, en eftir það finnst mér þetta rosalega þreytt, að ég þarf að biðja leyfi og láta vita og, þú veist, og hvað, þú veist, og svo er það alltaf að segja okkur, þú veist, þið eru í leiguna, þið er bara heima hérna, þetta er bara heimili ykkar, en samt er þetta einhvern veginn, maður líður ekki beint eins og þetta sé heimilum manns út af því að, þú veist, það eru aðrir að, þú veist, horfa yfir þér, skilur, og segja hvað þú mátt ekki gera einu á heimilinu þínu, skilur, þú veist, ef við erum að borga leigu og ef þeir eru alltaf að segja eitthvað svona ofan í okkur, þá af hverju það er að fá leyfi til þess að fá, þú veist, félaga minn að kíkja heimsókn, þú veist, skilur, þú tekir það ekkert mikið, en þú veist, af hverju, ef ég á heima hérna má ég þó ekki leyfi hverju sem er að gista hérna, það er nokkuð að spyrja leyfi fyrir það, já, mér finnst það bara pínu svona wacky, hvernig þið er alltaf að segja þetta og hitt, en samt virkar það eiginlega ekkert svoleiðis, þetta er meira eins og við séum að gista í húsinu, þú veist, ef við séum bara að gista hérna, þú veist, eins og ég sé að gista hjá frænku minni, líður mér oft, þú veist, maður má, það var hljótt núna, þessu, bla bla bla, skilur, þetta er eiginlega ekkert, já, þannig, já, þú veist, þannig er það bara, en já, ég er bentur að eiga heim í minni einn íbúð, ég seti að fara á stúdendagarðana, það er bara bara einn íbúð, það er það sem að mér finnst í rauninni skeri við þetta, ekkert endilega skeri að hætta í ML, heldur bara, ógeðslega spennandi en samt líka skeri á sama tíma, þetta er pínu, já, að allt í einu, þú veist, þótt að ég hef í raun átt heima einn hér, með herbergisfélaga og svo líka einn
en þú veist, ég var álunni ekki átt heima einn bara í íbúð. Já, það er svona pínu annað skref, en það verður gott að systir mín er nálægt, en svo verður hún bara farin eftir ár, þannig maður veit það ekki. En ég er rosalega mikið að vonast til þess að meira af krökkunum komi í háskóla eftir ár allavega. Þegar ég nenni ekki að vera þannig einn, þú veist, skilur, ég mun ábyggilega eignast vin og eitthvað, þannig að ég veist ekki það. Þótt að það sé vissulega erfiðara út af því að, þú veist, maður er þannig sé ekkert, þetta er ekkert bekkjakerfi, það er bara fólk að taka áfanga. En já, þótt að ég muni vissulega ábyggilega eignast einhverja af hinni, þannig að samt er þetta, það er eiginlega sem ég aftur mest hræddur við, að missa tengingar við þá sem að, þú veist, eru bara nánast eins og fjölskyldamanns bara síðustu 3 árin, sko. Þú veist, bara strákanir og jafnvel stelpurnar líka, sko. Já. En, ok, aðra umræðefni, ég ætla aðeins að fá aðeins að jappa hérna fótbolta, bara smá, en Liverpool var að vinna deildina, djöfull. Það eru held ég bara 5 þjálfarar í sögu ensku deildarinnar sem hafa tekist að vinna ensku deildina á sama ári og þau komu til félagsins, sem þjálfarar. Vá, hvað það er vel gert. Og þetta er líka bara, þetta er Arne Slot, þjálfari Liverpool, það er bara gæði sem kom frá liði í Hollandi, sem að lendi þar árið undan í öðru sæti í hollensku deildinni, skilur við. Þú veist það, en var búinn að vinna hollensku deildina með þeim árið þar á undan, en samt lendi í öðru sæti síðast. Og þannig í rauninni hafði enga reynslu að vera í svona ekta rísastóru fótboltafélagi. Þá getur núna Liverpool vann ensku deildina og stóð sér bara helviti ágætlega í Champions League. Ábyggilega duttum út á móti meisturunum, sem að verða meistarar, PSG, þeir eru komnir núna í úrslitin. Svo er fucking Man U búin að stinking up the gaff. Jesus. Þú veist hvaða sæti eru þeir í? Ég held þessu í 14. eða 15. sæti. Pælið því, Manchester United. Gæni sem er að reyna að segja alltaf, þið hafið ekki róð í Liverpool. Þessi gæjar eru í 15. sæti. Þeir eru fyrir neðan Everton, þeir eru nær falli. Sko, Liverpool er með meira en 2 sinnum fleiri stig heldur en Man U. Man U með 39 og Liverpool með 82 stig í ensku. Pælið því, 39 pluss 39 eru 78, þannig við erum með 2 sinnum pluss 4 fleiri stig heldur en Man U. Pælið því, tjóður Man U aðeins. Ömulegir. Þeir eru 2 stigum frá að vera 1 sæti frá falli. 2 stigum. Liðið sem þú veist, þeir eru sæti í, horfum bara á þetta. Sjá þetta bara. Þið getur bara að sjá þetta sjálf. Þetta finnst mér algjörlega bara. Hvernig fara þeir að vera svona ömulegir. Svo eru þeir kannski að ná að bjarga seasoninu sínu með því að þú veist, ná í, þú veist, ef þið vinna Evrópudeildina, Europa League, so what, umulig deild. Þú veist, það er ekkert spes að vinna Europa League. Þú veist, ef Man U tekst það, þá verði ég actually alveg pínu pirraður út af því að þá fara þeir að afsaka seasonu sitt allan að fókin Europa League. Það er ekki neitt. Þegar þá lendu, þú veist, þeir eru ekki að fara að ná topp 10 sætunum í ensku deildinni. Það er bara ekki hægt. Það er bara ándjóks bara ekki hægt. Og þeir eru ábyggilega að fara að lenda í 15. 16. sæti, sko. Deildinni 15. 16. 14. sæti, eitthvað starf þar. Það eru búin að vera þar bara síðustu mánuðina. Jesus.
þeir eru að gera einhver signings og þessi Ruben Amorim, ég held að þetta sé ekki honum að kenna, þetta vantar aga í þetta lið er alveg agalaust, það vantar þessa vinners, skilju, sem hafa, þú veist, fyrir utan, þú veist, Bruno hefur unnið Europa League áður og einhverju 1, 2, 3 aðrir, en þú veist, það vantar þessa ekta vinners sem svona 30 ára, eitthvað svona í kringum það, reynslubolta sem hafa bara unnið þetta eiginlega allt. Þú veist, þess vegna er Liverpool að koma svona vel, því að mesta liðinu er bara svona frekar semi-ungt, svona dálítið miðlungs, flestir í kringum svona 25 ára, eitthvað svoleiðis. En svo erum við með hennan svo Sala, 32, nú unnið ensku deildina, Champions League, FA Cup, heimsmeistara titilinn félagsliða, Carabao bikarinn og svo Community Shield, þannig þú veist, hann hefur unnið allt, saman með Van Dijk, saman með Trent, saman með Alisson, saman með Robertson og svo koma þessi hinir inn sko, og svo núna, allir hjá okkur núna sem eru núna, hafa þá unnið líka ensku deildina, þannig þá er þetta hellingar reynsluboltum sem hafa unnið þetta, þess vegna trúi ég á því að það er léttara að vinna þetta aftur með gæjum sem hafa unnið þetta út af því að þeir vita hvað það þarf til þess að vinna, skilur. Þá er það ekkert eitthvað svona, þá er þetta í rauninni ekki leikur, þetta er bara, veist, þeir vita hvað ná að gera þetta, þá þurfa þeir bara að gera þetta, og það þeir hafa gert það áður, þá þurfa þeir bara að gera aftur, það þeir vita að ég geta það, en hjá einhverjum gæjum eins og Manju, hjá gæjum, þú veist, aldrei gert þetta áður, aldrei náðu þessu, aldrei verið besta liðið á Englandi. Ekki neitt af þeim. Ekki neitt af gæjanum í Manju hefur verið í liðinu sem er besta liðið á Englandi. Því segi ég að það er reynslubolta. Fáið einhvern sem er bara, þú veist, alveg að renna út á kannski 2 ára eftir. Fá hann aðeins til þess að koma aga inn í liðið. Kenna hinum ungu að vinna titla og að haga sér bara, því að stundum er fáránlegt að horfa á þetta lið. Já, það er svona my take. Ég er ekkert rosalega mikið inn í mikið af öðrum íþróttum. Ég fylgist með Íslandi í handbolta þegar þeir fara á stórmót, en annars er ég ekkert mikið að fylgjast með neinu öðru, heldur bara fótbolta. Mér finnst það fínt, en ekki að vera of mikið að pæla í einhverju. Ég hef reynda gaman að horfa UFC líka, þótt ég veit, þannig sé ég er rosalega lítið, ég veit svona hverju eru svona geiturnar og hverju eru bestir svona núna semmi, en þú veist, fyrir utan það þá er ég ekkert eitthvað að fylgjast þannig sem með ég, bara að horfa á stóru eventana sem er mjög gaman, mjög gaman að horfa á UFC, sérstaklega bara með strákunum, ég nenni aldrei að horfa á þeim, það er þetta 1, 2 og 3, ég nenni aldrei að horfa á þeim, nenni bara að horfa á þetta með hinum strákunum. Já, svo sko, en ég var aðeins að hugsa og langaði að deila einu sögu það sem að þetta er mjög grillu saga, þetta var saga sem að ég tók þátt í hæfileikakennslu í gamla skólanum í Hvalfirði, sem að ég held að ég var ógeðslega góður að syngja, hélt það og ég var að setja bara inn í herberginu mínu og bara svona alveg með þetta, ég er alveg með þetta og ég bara get sungið þetta jafn vel og söngvari. Þetta er hérna lagið, hafið þið heyrt það, Best Day of My Life. I had a dream so big and loud, I jumped so high I touched the clouds. Þannig ég mæti, og þetta var held ég á öskudegi eða eitthvað, ég mæti hann upp á svið, klæddur eins og þetta er einhver youtuber eða eitthvað, ég man þetta ekki alveg, jú, kannski ég hafi verið það, ég man það ekki alveg, en mæti hann upp á svið og lít náttúrulega út eins og eitthvað fíbl, og svo verið að góla þetta þennan viðbjóð framan í alla, og ég var bara, já, miklu betri þessu og ég var miklu betri hinn,
ég ætti að minnstakosti að ná 3. sæti, minnstakosti. Í rauninni var glataður. Ég vona að þetta sé ekki til einhvers staðar. Ég hef ekki fundið þetta, ég var að leita að þessu. Ég vona að þetta sé ekki til. Því að ég held að þetta gæti alveg verið til. Þegar þess að voru allar teknar upp og settar á YouTube. Þannig ekki leita að þessu. Ef þið eru að hlusta, ég veist að sé að hlusta. En ef þið eru að hlusta þá ekki leita að þessu út af því að þetta getur verið mjög vandræðalegt fyrir mig. En skrýtnar pælingar. Já, ég skeit upp á bak og fucking einhver stelpa sem að tók mest perrandi lag í heimi. Súpa stofuborðið. Þú veist, hvað? Ég hata þetta lag, bara út af lífinu. Actually bara, ég er ekki grínast. Eftir þetta hef ég bara hatað þetta lag meira en öll lög. Ef þetta kemur í útvarpið, ég er að fara að slökka á útvarpinu í stæðin frá að hlusta á þetta, sko. Þú veist, ef það er annarkvort að hlusta á þetta lag að eilífu eða bara aldrei hlusta á lög aftur. Bless við tónlist, skilur við. Bless við tónlist. Ég er ekki að fara að hlusta á þetta lag. Ég hata þetta lag. Og ég hef aldrei hlusta á þetta lag í gegn frá byrjun til enda. Síðan. Ég er ekki að grínast. Ég heyri þetta viðlag og ég slaka á þessu. Ef ég setja eitthvað í eyrun. Ef ég fyrir síman og fylgist ekki með. Ég á ekki að hlusta á all lagið í gegn en allan ekki viljandi, sko. Þetta er aldrei gerað. Hata þetta lag meira en allt. Og svo hata ég líka Írafár. Veistu hvað? Írafár þetta eru svo leiðinlega lög. Ég veit ekki hvað þetta er. Stákuna alltaf að segja Írafár maður. Gekkja maður. Fucking hvað sem hún heitir, Birgitta Haukdal eða hvað fáið sem er þannig að syngja Jesus. Þol ekki Írafár. Mér finnst alveg ógeðslega leiðinleg hljómsveit maður. Bara öll lögin. Þetta svona grunge, svona eitthvað. Þú veist, hvað prump er það bara? Eitthvað svona fiðlu, eitthvað svona væl. Nema svona með einhverjum trommum og einhverjum svona wacky ass gítar með og svo kemur hún eitthvað hata Írafár út af lífinu, sko. Og svo líka ég er að reyna rosalega mikið að passa mig að hlusta ekki mikið á sálina eða neitt með Stebba undanfarið út af því að sumurinn í ML eru að vinna í því að reyna að eyðileggja þessa tónlist fyrir öðrum. Sko Raggi segir alltaf mig að ég sé að spila sömu lögin aftur og aftur en í hvert skipti þess að ég steig inn í bíl hjá honum, sko ég á 2 aðalplaylista sem ég hlusta á, báðir með í kringum 200 lögum og ég skipti á að hlusta á playlistana en Raggi, þegar ég sest inn í bíl hjá Ragga alltaf Stebbi. Það er bara, ok, Raggi, eitthvað annað, Stebbi, þú veist, fucking, hvað sem þetta heitir, þú veist, allir þessi lög og alltaf að reyna, hlustar ekki á þið bestu, þú veist, Eldur, Út úr sín, hérna, og alltaf þessi, ég man ekki eins og hvað heita, en bara að hlusta og svo alltaf þessi með hana Plánetunni og Raggi og svo líka, þú veist, hann er að smita aðra þessu, ég sver hann er að smita aðra þessu, en þú veist, þá er það ekki bara Raggi, þú veist, það er líka núna Kolfinn alltaf því ég sæst inn í bíl með henni, þá var mikið af Sálinni og Plánetunni og allt þetta og Stebbi Singul jafnvel og ég líka allir 05 strákunir fyrir þú veist Axel sem hann hlustar á, ég veit ekki Kendrick eða eitthvað. Já, ég meira, þú veist, ég hef mikið reyns á hvað ég hlusta á. Ég hlusta á ný sem gömul lög
bara eitthvað af öllu, ég er ekki með sér playlista þar sem þú veist 50 lög og 45 af því öll sungin af Stebba Hilmars, eitthvað svoleiðis. Ég er með max af einum artistæðin og sama playlistanum held ég Bubbin og íslenska playlistanum og þá er hann kannski með 10 lög, eitthvað svoleiðis, kannski meira. Þú veist ekkert mikið meira en það. En á hinum þá það, ég meiti svona íslenska sem bara útlensk, það fíla að hafa þetta separate, stundum mixa þessu saman, þá ít ég bara Q þetta allt saman. En ég veit ekki, þannig ég og mér finnst líka svona leiðilegt að hlusta á, veistu hvað ég hef tekið eftir og ég hata ekki talað þetta meira að það svo mikið af öllum lögum og eitthvað nú til dags sem alltaf sama þvælan sem sagt í lögunum, alltaf eitthvað ég elskaði þig, þú varst svo eina, það engin önnur fyrir mig, ég hugsa þig alla daga, þú lifir í hjarta mér, þú lappar inn í huganum mínum yfir allan daginn, ég fæ aldrei nóg, ég sakna þig, bla bla. Þú veist, bró, erum við ekki komið nóg að þessu? Getur ekki einhver fara að skrifa eitthvað annað, skilurðu? Er þetta ekki bara annað lag þessa dagana? Bara ástalög. Er ekki hægt að skrifa fucking lampa eða eitthvað, skilur mig, þarf alltaf að vera núna bara með einhverja gellur eða gæja, bara ástina eða þarf það? Jesus, og ég andjúks, ég bara alveg koma nú að því, bara, þú veist, nýjasta lagið, já, það fá ekki Birnir, Birnir, overrated piece of shit, alla daga maður. Nýja lagið hans allir stíð eins og LXS eins og LXS ég á fucking þegið maður, skil ekki 50% sem hann að segja út af hann að muldra allt, svo þetta umleitt textar, ekkert frumlegir, og heldur ekkert spes lag sjálf, bara sjálft lagið, það ekkert söngin, bara lagið, ekkert spes, LXS, þú veist, af hverju er fólk að missa sig yfir þessu lagi? Þú veist, ég var að hlusta á Blöð og hann eitthvað að segja, þetta bara með þeim bestu rapplögum sem að ég bara heyrst í svona síðustu bara 10 árin og ég bara, nei, eiginlega einu rapparinn sem ég fíla þessa dagana er bara rapparinn sem ég skil það sem það að segja, þú veist, eins og Herra Neytismjör, ég fíla Herra Neytismjör en ég hlusta ekki eitthvað mikið á hann, þú veist, ef ég ætti að velja einhverja til þess að hlusta þá væri það Herra Neytismjör og ábyggilega Saint Pete eða eitthvað, því að allan að Saint Pete með upprunaleg lög og mér finnst svona skemmtileg, þeir meina svona þú veist, the beats go hard en svo þetta LXS bull bara eitthvað bara LXS ég á þessu þegar fíla ekki snakk hann snakkur, þú veist, þetta svo leiðilegt en þú veist eins og þú veist, já, ég veit það ekki bara mín skoðun, ég má alveg segja mína skoðun, já ætti ekki, ég sagði, ok, svona núna þá til þess að finna mig bara svona quiet room, þá gæði að fara bara inn í sálfræðiherbergið, sem mjög kósí, sitt bara í þæginda stólnum og er bara einhvern veginn, bara væpinn, og ég sé eiginlega ekkert eftir að hafa tekið hérna þátt upp sjálfur út af því að ég veit ekki, mér finnst það er eitthvað við það bara, svona aðeins að tala um bara hvað ég er að pæla þess að það. Önnur pæling Power the Pope mér líður eins og það var rosa big deal að Power dó, ok ég sver ég geti spurt svona 50 manns í þessum skóla eða bara 50 manns út á götu
og kannski ein manneskja hefði getað sagt mér hvað Powerinn hét, bara Powerinn. Þetta getur ekki hafa verið það fræg manneskja ef, þú veist, enginn vissi hvað hann heitir, þú veist, ég veit bara hvað nýji Powerinn heiti, ég veit seinna nafnið hans, ég man ekki fyrir að það var eitthvað Francis, einhver kani, einhver nýji Powerinn, þú veist, það veit enginn hver þessi gæjar eru, það veit bara að Powerinn, hvað gerir Powerinn? Skiljiði, hvað gerir Powerinn? Veit einhver hvað Powerinn gerir? Er þetta ekki, hvað höfum við með páf að gera? Og af hverju er þetta svona alþjóðlegt? Af hverju getur ekki Powerinn bara verið Powerinn í Róm?